What up players? Ég náttúrulega ekki, þú veist, ég að ganga erfiðastígin, sko. Ég er búin að kveðja hvítadustið. Þangað til 25. júní. Ok, hvað erum við að tala um? Sigur. Sko, ég held að þetta væri svona play á eitthvað annað hvítduft. Þetta ekki náttúrulega, en þú heldur alltaf að segja kreatín. Já, nei, það má koma, sko, en ég er í sigur straffi, sko, og bara svona, að því ég held að það sé bara fínt, sko. Já, testa séðans. Maður vill ekkert vera eitthvað fertur nartari, sko. Og hvað felst í því? Þú veist, ertu þá að forðast líka bara fæðu sem að, þú veist, eins og tómatsósu og eitthvað svoleiðis? Alls ekki. Okay, ég er eiginlega að sjúga niður tómatsósu. Ég borða samt ekkert mikið af tómatsósu. Nei, það var barbecue-sósu eða bara eitthvað sem er með sig. Og heldur ekki af barbecue-sósu. Það er mikið barbecue. En ég meina, þú veist, ég myndi fá mér kókumjólk með rækjussalati. Okay. Þú veist, ef það væri eitthvað neginn. Ég bara er að taka enn snack factor og make him a non-factor, sko. Okay. Það er það sem snýst sko. Það er það sem þetta snýst þannig að þið verið að vera léttir við mig, sko. Ertu mikill sætendamaður, Dóri? Það hefur komið svona í seinni tíð svona, þú veist, það er nammiskápur heima á mér. Það er svona staður að sem við geymum nammi. Það er örugglega þig líka. Já. Það er allir skáparinn í eldhúsi eru droppilega nammi. Já, nú sko, veist, eins og þegar við erum á mér, sérstaklega Dóri, að nammi, senan á mínu heimili og fjölskyldu, stór fjölskyldu, það er allt keks og allt súkkulaði geymt í ískáp. Já, hann var alltaf kalt súkkulaði hjá Danna. Þannig á það að vera. Og mér finnst það vera frekar feitt, sko. Ég fekk mér rís í ger, svona bara, já. Eitt rís? Já, bara rís og sattur, sko. Kælt rís? Nei, það var ekki kælt, ég var í bíó. Já, og hvað sástu? Ég fór á Backrooms. Já, það? Og Hvernig myndi það? Þetta er einhver mynd sem er byggð á svona einhverju internetlóri eitthvað sem heitir Liminal Spaces, veit ég hvað ég er að tala um? Mm-hmm. Og er eitthvað svona 26 horror útgáfa, sko. Getur útskýrt þetta fyrir mér og... Kjari, ég ætla bara að segja nei. Ég skil þetta ekki sjálfur. Það eru þúsundir sem eru að hlusta sem eru núna... Já, ok, eina leiðin til að útskýra þetta er ég að segja ykkur að þú veist, bara þegar ég las hvað þetta var lærði ég svona 4 ný orð síðan var það flett upp, eitthvað creepypasta og eitthvað svona, þetta er tvítugur leikstjóri. Hann snýtti Star Wars í box office-inu. Hann tvítugur. Þetta er 95. Fyrir svona 3% af budget. Hann er 30. Fyrir, þessi mynd var gerð á kreditkorti. Nei, það er alveg stóru leikar og svona. Heyrðu, hann byrjar, þú veist, þetta er eitthvað svona meme-kultúr, það sem hún gerir eitthvað svona creepy memes og þetta hefur náttúrulega orðið á vegi mínum og ég var logandi hræddur á samfélagsmiðlum við að sjá svona shit, sko. Þetta er eitthvað svona 90s, 80s style, tómt skrifstofahúsnæði. Þetta er svona eins og ég var að biðja mann sem að ég myndi lýsa hundi fyrir þér, þú er aldrei sé hund og þetta er að teikna hund. Já, þetta er alveg þannig og hann gerði eitthvað stuttmyndir á YouTube sem sló í gegn og svo fylgdi hans eftir með þessari mynd og maður að fara á þessa mynd. Já. Verður hræddur á með svona myndum? Nei, ég er mjög gaman að hrollleikjum, sko. Hefurðu gaman að? Já. Og ferðu það í bíó? Já, ef ég að velja mér eitt genre til að fara í bíó þá er það hrollleikur. Þetta er einmitt það sem ég vissi ekki svo mikið, sko. Þú veist, eins og ég satt í bíl með hóp af ungskáldum og þau voru ekki, maður er alveg hættur að fara í bíó, maður er aldrei neitt gott í bíó og svo bara svona maður færst alltaf á hrollvekjur og þau öll bara, já, auðvitað, maður sér það og ég bara, ég er ekki í þessu, ég fór einu sinni á mynd, eitthvað svona bregðurusl með bergjeppa og við verðum í alvöru hrættir og þorðum ekki að standa upp og myndið að búi. Já. Hvað er svona ykkar svona, í æsku svona hrollvekja sem alveg oldleikur svona, einhverju smá svona, einhverju Jóni eitt sumari, sko? The Ring. The Ring? Já, það við vorum 16 Já, 16 ára. Já, og ennþá hræddur þá. Ég horfði á hana heima hjá vinum mínum, hann náði hann einhvern veginn með einhverjum krókarlegum á netinu. Ég vissi ekki hvað mynd þetta var. Og hann allt, þú veist, Ring alltaf gengur út á þetta að sé eitthvað svona flökkuvídeó og ég upplýði bara við værum, þú veist, ég hefði aldrei heyrt þessa mynd, vissi ekkert hana og bara fyrsta sem við gerum var ítum að play og þá byrjar myndin og ég man bara ég átti heima við hliðin á honum og það bara þetta voru svona 15 skrif á milli og ég var hrættur labbandi yfir, sko, ég var 16 ára. Ok, að þú skulle segja þess að sögu hérna
að við sem ekki að hóta þér finnst mér kannski stóra fréttin í þessu máli ég held samt að þú veist að þegar maður var ennþá að þú veist allan ég og Danni vorum upplýðið þessar tilfinningar kannski meira kringum svona milli 6 og 8 ára Já, og það bara sýnir munun á okkur og ég skal segja hvaða mynd fór illa með mig og það var ekki bara myndin sem fór illa með mig það var líka því frændi minn var að rekja mig Vistu, það var ég skal strákar að tala um Big Klængur eða? Big Ari var í þessu og hver að með honum í þessu fleiri að rekja sko hérna það er eins og með minni ok, ég er að fara að droppa bara hljómar eins og ég sé þú veist, Björgum Frans hérna eitthvað en þú veist, ég og Ari og annars strákur Gísli Jónsson vinur minn vorum að leika í áramótasköpunum 1993 og við leikum á föstudegi og svo það aftur að leika á laugardegi og svo voru tökur þannig að við fórum allir í pössun hann á milli og það var leiksbóla og ein gömul með og svona og þeir leigðu Candyman sem ég farið á ég segja frá Candyman ég farið í þessar blokkir eða svona séðar sem að var þetta ekki Cabrini Green? Jú. Það er búið að fella hvernig voru að fellta niður? Ég veit það ekki ég fór alltaf að ná staði sem ég var í Chicago það sem var þetta voru Cabrini Green þetta var þótti ljótt hverfið þarna sko og hérna en þetta er semst hrollvekja og agaleg það er mynd nummer 2 hjá mér ég var mikill þorðir að horfa í speilin og segja þetta þú veist og mandran var sem sagt að þú horfðir 5 sinnum í speil og sagðir Candyman þá kom hann með krók sko og bíflugur og alls konar ok sko og hérna og þeir hérna frændi minn og vinur hans voru endalaust í speglibrændi svo voru að fara svo og þeir bara hvað er þetta það er eitthvað frammi eitthvað strákar ég skal fara að kíkja er þetta eitthvað ég börgur að búið að drepa hara með krók og ég skeit á mig og það svo mynd hafði djúp áhrif á mig Shining fekk ég að sjá allt of ungur þú veist og hún er alveg svona líka psychological þannig að ég var alveg bara alveg hérna hvað veist ykkur Öng sem er eitthvað það er Shining það er mest það er The Shining er það The Shining? Nei, örugglega ekki sko en sko hérna It var líka já, ég ætlaði að tala It var svona sem var sýnt að 2 pörtum á stöð 2 sko það var alveg svona mynd sem ég bara svona fuck, ég var alltaf ungur til að sjá hann líka sko fóruð þið samt á hérna Blair Witch já, Blair Witch kemur eiginlega í endan þegar maður byrjar að vera það er 99, þá eru þið 14 14 98 ég held að hvenær kemur Ring? 99, ára eftir en maður staldraði aðeins við þar og maður var alveg, þú veist ég fór á hana vinur minn sem pappa spila í Texas í Bandaríkjunum og hann var eitthvað að segja frá þessari mynd og það var alltaf ekkert interneti var eitthvað skala segða núna og ég fór á þessa mynd bara þetta er found footage, þetta er alvöru ég skildi ekki okkur, ég pældi ekki í þetta bara credit list, bara Dolly operator en þú veist, ég fór á þessa mynd bara þetta var það sem maður fundið og þetta er besta marketing þetta er bara kent í kvikmyndaskólum eða ekki bara þetta marketing sko. Jú, það er bara í Vestlunarskólanum sko. Og hérna það svo mynd gjörsamlega fór illa með mig ég verð að viðurkenna það og hérna, en ég deildi aldrei þessum ótt að við trúða sem sumir með mér, þeir hafa aldrei hrætt alveg líftórun úr mér ég var meira hrættur við It því að maður átt að vera það var hún var mikið hrætt í mínu vinahópi og svona þannig að þar kemur mín hræðsla en Candyman var nummer 1 hjá mér svo eru líka svona ógíslega myndir eins og arachnofóbía mun eftir henni Köngulómyndin ég var líka hrættur við töluleik eða svona ekki hrættur við töluleik og ég fór ekkert að sofa en það var mjög skeri leikur og náttúrulega ekkert að vera svona skeri og það var leikurinn Thief það voru heldur skeri moment í þeim leik sko. Nei, bara drungalega varst einhverjum medieval kastalamæður og fokki einhverjum það er, þú veist, eða googli bara og fara á YouTube og skrifa eitthvað scariest level in Thief og það er dröllu scary shit í gangi ég spilaði bara eitthvað Resident Evil og bara, þú veist, ég hefði leikt hann til að spila hann á PlayStation svona hefur maður tekið þátt í öllu þessu bulli með þér og hérna, ég leigði hann og ég man ég spilaði hann bara í svona 10 mínútur og ég var bara, eiginlega bara logandi hræddur þá, sko og viðstu að ég verið einn heima á mér á fullorðins árum fyrst, sem var PlayStation tölvan inni hjá syni mínum hana, þú veist, og ég var stundum þar að spila, sko og svo hefur kannski, við erum með headphone eða eitthvað og svo kona mín komið fyrir aftan mig ég hef skitið í mig, sko bara nánast en ég shit, en hérna, djöðl eru þið fresh við erum svo fresh
sko, mér líður smá sem við séum svona Gone Hollywood með þetta podcast Já, við eitthvað svona meiri out the hood shit. Já, mér líður þessi Bernie Mac, ég er búin að vera með sólgleru inni og ég er hef í stórum og geggjum jakka. Við skelltum okkur í gær í smá vestanlegur. Já, bro, ég meina þetta sem ekkert hallanda á hann, en við verðum að passa hljóðum ekki svo gummi Kíró skilur þú veist, Nú, akkur ok, það reyna að fá mig, nei, þú veist, ég er fan af honum, skilur en hann byrjar oft með innbjönd og segir svona ég skellti mér lítið verslunulegur og sem veist það, þetta er líka hluti af annari umræðu, sko þú veist, ég man ekki til þess já, ringir gummi Kíró ég man ekki til þess að ég man ekki til þess að sko pabbi minn hafi nokkuð tíma keypt sér föt á ævi minni sko. Þú veist, hann fékk þau jólagjöf og afmælisgjöf frá mömmu og hann var í þeim skilur og Guðsteinn þú veist, hann gekk alveg í ykkur svona Camel og Marlboro fötum og átti lífaskalaböksur og vinnufattabúðin og lögum við, það var með þetta sko en þú veist, við þurfum líka að passa að við séum ekki bara svona, þú veist, að fara í litla verslunum fyrir Nei. Þú veist, við vorum Swangin á Laugaveginum og fórum í Andrá sem dressuðu okkur upp fyrir fyrstu official betur en flestir myndatökuna just wait on it sko. Og við fengum fötin lánuð en við endum á að kaupa þau komum út í mínus við komum út í nettu mínus en allavega þá vorum við algjörlega pleit er ég alltaf að fatta nei, en þetta er geðið búð og það sem að hvað hétur apoteki sem var hann undan? Apotek, já, þetta er bara svona fyrst, þetta er hann að þú lappa niður það sem megamót voru og Beintamóti mál og menningu og þetta er geggjubúð, þeir voru að lánsa í nóvember síðasta herrafattaverslun sem er og þeir eru með geggju mikið af skandinaviskum merkjum þýskum merkjum, kóreskum sko þetta opnaði alveg vítir fyrir mér þeir sáu hvað ég var já, ég meina þeir voru báðir Dóri sagði, ég heyrði Dóra segja vá hvað lífið getur verið skemmtilegt bara maður leifir því að vera svona skemmtilegt tók Joey hérna með þér ég var með Joey Weber sem átti að vera ykkur stílisti hann ger ekki neitt enda að kaupa pilsjóndanum og hann var svo sætur inn við varða sjúkundæður í hann en nei, ég hef verið mikið andra að kaupa föt á konuna mína og svo púluður upp síðastlegin nóvember með herrafattadildina við umkomulausu skoppararnir sem höfum verið bara vorum næstu því fannir að gangi í tunnum með axlaböndum eftir að hurra lokaði þetta hefur frelsað okkur þetta er svona getur aðeins farið sko þetta hérna er þetta er MF Pen þetta er að heitast í dag bara í heiminum sko ég er líka MF Pen hérna Dóri þú ert í ég er ekki heitast í heiminum jú líka þú lúkar bara þetta er það er ennþá hérna já strákar Gæti vel verið skilið þessu sko, ég er að reyna að vera sko, Stringer Bell það er erfiðasti gaur í heiminum til þess að vera eins og það er örgulega Ædris Elba skilur sem er DJ líka sko, þið veit hann er að gera lög sko. Já, veit og rappari og þú veist hann er örgulega góð gaur líka veist, sem er svona pirrandi við gaura sem gera allt sætir, myndalegi, massaðir, síðan er svona, hann lítur að vera fucking það var svo gott að hann væri fáti Ég heyrði samt af gaur bara svona, og þetta er ekki eitthvað sem ég las á netinu, þetta er eitthvað sem Axel í Gaur Reykjavík sagði mér að segja, vinur minn hitti Idris Elba í ykkur partí og hann er gett léttur og góður og hann fer til hans og eitthvað, hei, má ég aðeins spyrja þig út í The Wire og hann var bara eitthvað, nei, við getum aldrei að tala við aftur og var algjör fát eftir það sko. Ég á vin sem að lendi því að hann einmitt, þú veist, hvernig datt hann með hug frábæð, hann hlustandi, ég ætla ekki að nefna nafn en hann lendi ekki að pissa hliðin á Quentin Tarantino, það er ykkur partí ok, bara respekt á hann gaur en hann kom eitthvað, hey, what was in the suitcase og hann bara, fuck off með þeirra að pissa en já ok, mér fannst þetta samt alveg smá ljúf tenging, en Andrá the shit og við erum með núna til 14. júni erum við með betur en flestir kóða sem er betur en flestir bara kóðið þú tjekkar út 20% afslutur til 14. júni já, á herrafötum það er rosalegt og þetta er bara, þú veist, ég bara, þú veist, þetta er alveg snirtilega skopparar fílingurinn þetta er snirtilega skopparar fílingurinn þetta er vöndu föt frá Evrópu fílingurinn þetta er samt sem áður líka þessi föt muni standa með þér í allt sumar dæmi já, og svo til að toppa það og mæli ég með því að mæta bara með opin huga og láta þjónusta sig já, það er þú varst galopin ég var galopin og bara prófaði allt og
þetta opnaði nýja vítir, mælum með þessu. Þetta fjölskyldu fyrirtæki líka, það sögum það. Þetta Já, sem sagt þær eru mágkonur. Mágkonur og bara mad respect og bara ég set myndin að koma þegar koma frá gullin. Já, þurfum að við senda filmin út og mótið svo Hollywood. Shout out á Einar Inga Sigmundsson sem tók myndinar af einhver þægilegri gæði til en Einar Ingi Sigmundsson á Rubicon bara... Nei, hann er einn af þessum gælum góðu sko. Listrænt auga og mjúkt, bara með respekt stima mjúkt en já, andrá farið kaupið eitthvað, gefið konunum eitthvað líka Já, eða gerir þess að ég taki bara svona einn yngri gaurinn þú svo Joey og bara gefi honum eitthvað Allir eiga eitt svona lítinn öng sem að þetta er alvöru öngshit að fara með Jóa og gefa honum bóli sko. Já, það er En takk eftir því samt, þess að ég var að segja þig þegar byrjaði eitthvað svona hei, nú er að vera í víðari buxum ég var aldrei í einhverjum skinny jeans en ég var í en það var eftir svótgreiningu það svo fyndi ég líka var það einhvern veginn þegar maður fer í ykkur átt þá veit maður að þetta fer aftur í hinn áttina þannig að það að passa hvað þú lendir í trendinu en það eru ákveðni gæjar á núti sem eru svona hitamælar hjá mér þegar eitthvað er komið þangað þá segi selja já, ég ætla ekki að nefna það bara svona þú ert einn af hitamælanum mínum Dani já, takk fyrir það núna er ég bara farin að dressa mig bara í víðum svona skiptum ég hef deilt stíl alveg bara síðan ég var í unglingur ég þurfti að Steindi alltaf að taka ákvörðun að gera sjokk og hætti að vera skoppari það var 15 ára þegar hann sagðist alltaf að spila leikinn og hann sagði að þetta væri bara leikurinn hann pullaði aldrei í það mér finnst, þegar þú fyrir að ferðast með Steinda hann er ennþá bara svona að kaupa sér svona NBA-treyjur og derhúr í kempum og tumbo-treyjur og það er sama hvað kaupir handunum fín föt þú finnur hann bara í Tim Boots eitthvað staðar gömlum alveg bara með þetta allt í gangi en ég reyndar og núna erum við mikið að deilum og ég segja að hann gangi mikið í stríðaskóm hann þarf að gangi í leðaskóm til að leyfa bífunum að anda skilur og hann hefur ekki reynsla af þessu hann veit ekki að bíðurinn geti andað enda þegar hann fer stundum úr skónum þetta er eins og tveir nývættir ufsar bara lappinnar á hann vel bara svona slepjur skilur Þú varst að rappa Ég var að rappa helgina ég fór, það var alveg bara ég höfði að tala við kona mína bara ég er að fara að rappa tónleika nota minni, ég rappa á, þetta var sérst Vaggovelta, tónleikar MC Gauta, voru í Galabjó fullt, það var ógeðslega gaman þessi plata var að fagna 10 ára afmæli ég man að þegar ég er að taka upp á þessu plötu þá fer svona eitthvað myndband í dreifinga sem Logi Petru er að hlusta með taka upp rýmuna mínu og er eitthvað check it the old man flow fyrir 10 árum voru þeir að shitta mig skilur, og ég hef tekið 2 lög með Gauta fyrir plötuna, ég held að hitt myndi fara en mögulega LL Cool J á því dæmi skilur og það var ekki sett í lofti en enga síður þá mæti ég hana og þurfti að klæða mig í rappföt og kona mín hjálpaði mér að klæða mig og kom ekki svona, en nú gerir þér þetta já. Og hvernig varstu klæddur? Já, klæddur bara í svona víðar svarta buxur sem ég á sem er svona smá andra á Bernie Mac fíl og svo var ég í svona Carhartt síðerma ból sem ég girti onni einhvern veginn og með derhú til að undirstrika my commitment to the game en veitu hvað, hann spilaði plötuna fyrir hlið ég reddaði syni mínum og félagarninn og ég stóð með þeim og eitthvað svona, strákar, það er mjög gott að standa hérna og hóra tónleikana og hann snýri sig við, hvað sagði? Þarf þú ekki að vera einhverstaðar og það vestir, ég labbaði burtu, sá ég að þeir voru að hitta bara gauðra sem þeir þekktu voru að dappa með gauðra, ég var bara eitthvað, what? Ég held að þetta er búið breytast, skilur en ég held bara að tala ég og hans aldrei, ef pappi minn var að rappa einhverstaðar það væri eitthvað það rosalegasta sem ég var í á Sálfræði gæðan bara shit, það væri rosalegt Við vorum alltaf að djóka með þetta alltaf. Elvar var alltaf, pappi minn er rappari með þetta, maðurinn minn er rappari en ég meina, ok, og ég fer tek rýmuna mín í Busy og þú veist, og það var mikið commotion boxes sem ég fíla mjög vel, gaman þegar það er party boxes á svona tónleikum, þetta á að vera celebratory. Hverju voru þarna? Sett okkur aðeins inn í málaða myndina, teknaða myndina. Þú veist, Ulli voru þarna, þú veist, Maggi Leifs var þarna, þú veist, bara allt bandsport, Gísli Pálmi, Bent,
og bara svona Aron Kahn það var verið að pulla upp hana Grimmed sko, og svo tekur hann plötuna fyrir hlé og svo eftir hlé þá bara þú veist ég að taka Mosso, Gísla að taka efnið þú veist, eða í hverfinu hverfinu og Gauta taka stærstu lögin sín, Króli kom og rappaði með honum, Malbygg þú veist, og það var svo fucking gaman hana og ég fekk svo mikla litla skoppar útrá sem ég greinlega, þú veist, ef ég hef kynst sjálfur mér eitthvað á nýlinu ári er að ég þarf að fá eitthvað svona útrás fyrir rappið í mér einhvern veginn á reglulega, ég þarf að tappa af því. Hvaða lag finnst þér hafa kalla fram mestu viðbröðin á þessum tónleikum? Ég skal ekki segja, en ég skal hins vegar segja það að Vagg og Velta er svakalega plata af því hún er stærri en verkið sem hún er. Hún náði einhverjum svona anda hjá nánast kynslóð sem var þetta, allir orðnir fullorðnir en áður en þeir fara að eignast börn, dæmi, allir að láta eins og börn þó þessi orðin stór og þetta er hljóðrás við held ég bara svona krúsjál tímabili lífi margra og svolítið svona hamingjusamt tímabili lífi margra þú veist, strákarnir einhvern veginn stemningin þar en strákarnir og Reykjavík eru lögin sem sprengja allt í loftu sko. En talað strákana Gauti er alltaf rosa performer Hann spilaði þessa plötu fyrir mig á Svölum ég var ekki búin að segja þetta, á Spáni það var í einhverju þá var endað á að lögreglan mætti þarna held ég lögreglega hent út af einhverju sagði bara eitthvað, hei, Reykjavík og mikið læti en það var iconic moment að heyra í góðu veðri á Spáni en the dealmaker er talandi strákana ég með smá gefandi ykkur er það? Já, já ég elska þetta maður Danni fyrir þetta hann er alltaf með, hann er alltaf þarna megin já, ég veit það G-Shockas já við erum komið með nýjan samstæðsaðala sem við gefa okkur úr og the official watch sponsor of Betri Flestir er komið og það er Klukkan gefa því gott klapp yes sir þetta er ekki ekki að maður G-Shock er iconic þetta er 3 úra kassi já og ég valdi úr handi ykkur ég ætla að taka tækni úr í aðminna og bara setja það hjá saltinu ég var einu sinni í prófi á Teams í verbreiðamilun og ég var að spila með Erput í Eyjum ég var mjög stressað fyrir þess að þurfa að vera með Erput í Eyjum en það var hún í eitru tíðumbili þannig að það var ekkert ves, það var ekkert 2-3 kallt sem ríðast á þetta deina ár sko. Og það var svona 50-60 manns úr atvinnulífinu bara að klára eitthvað verbreiðarendi og við vorum að bíða eftir að komast inn og allir á Teams bara og það er enginn að spurja hennar spurninga þetta er bara svo þú veist, bara formlegt og það var eitthvað jáðsíða má ekki vera með tölfur, snjallsíma eða snjallúr þá kom ég svona afsakið, en má vera með Cartier-úr og þetta er flottrið hana, þetta er að bíða en ég valdi haldi ykkur úr Carry Camouflage, það var nafnið í galanda Camouflage þetta er gegn G-Shock Dóri, skemmtilegur litur þú ert balinn þegar vantaði eitthvað svona bling shit ég er ekki djúrabransanum þetta gæti verið þúvan sem velti hlassinu sko. og ég fó bara í original G-Shock þetta er flott maður þetta er bara original mér langar allt í svona það er bara nostalgi að sjá þetta sko. þannig ég ætla að setja á mig og þetta er ekki Garmin úr, þetta er motherfucking G-Shock og sen er kassa þetta við fyllum hann úr bara vikulega og þetta er sjokkarinn þetta er skemmtilegt sko, það var að fylla ok, það væri geðveitt reyndar að vera með einhvern úr að gjafaleg sko. setjum salti ón á samstarfið komið sko og rikti hliðar sko en segi mér aðeins bara þú veist bara G-Shock, ég man mjög vel eftir þessu brandi þegar það kom fyrst og þetta var svolítið að byrtist mér brandlega séð maður sjá óliðinaður þetta er byrtingamyndin sko. Þetta er byrtingamyndin, en sko ég myndi setja G-Shock úr, það voru svona sömu bad boys og voru á Muddy Fox hjólum voru oft með G-Shock og það voru gaurar sem fóru til Flórida á veitna og voru með allt í gangi og þú veist, áttu 9 diska með 9 shiti sko en það er þú veist, það er 30 ár síðan þetta voru úrin fyrir lengra komna það er 30 ár síðan og þetta er ennþá going strong en við ætlum að vera með svona G-Shock sumar, þetta verður Summer of G-Shock
klukkan er á 4 stöðum, er líka með geggjaða vefverslun, eina bestu vefverslun á Íslandi, myndi ég segja, ándjóks, og það er fullt af úrum hana sem er alveg dressy og bara flott úr og við höfum kynna meira því, við ætlum að byrja á sjokkarinn og sjokkara leikinn. Sko, og það sem að sjokkarinn er að gera í þessar endurkomu, það er að vera með vísa á líka, þetta er sem sagt eins og við erum hérna með þetta eru vísar og digital úr, sko, og þetta er bara alveg heitt dæmi, sko. Fari andrá, fari klukkuna, kom út. Og ég var nú að vesla bara, fór á Nýbýla, ég bæði búin að fara í Smáralind og Nýbýlaveginu, klukkuna, vesla við þau. Þetta er í Smáralind, Kringlunni, Nýbýlavegi og í Firðinum, það sem að... Fjörðurinn er þetta iconic. Iconic. Já, þannig að við erum bara að kynna á til leiks. Já. Við verðum örgulega með einhverja kóða hana fyrir hausana, sko. What time is it? Það er G-Shock. G-Shock. Þetta eiginlega færi mig að söltum vikunar, sko. Sem ég get gert hérna. Ég er hérna með Besta salt í heimi. Heilsúr frá stóru framleiðanda. Þú salta þau. R.I.P. Ég er eiginlega þessi heilsúr að hafa þau gert einhvern af betri mannið. Það eina sem ég finnst þetta hafa gert er að gaurar, skemmtilegir gaurar sem voru mjög hressir einu sinni, eru hættir að vera hressir og eru bara, vissir að maður bara drekka 2 bjóra og bara svefngjaðin fara niður í 4%. Þetta er bara, ég svona snerti aðeins á hérna síðast og þetta er, sko, við erum einhvern veginn, okkur þyrstir í einhverja mælikvarða, skilur við, til þess að reyna, við erum öll að reyna einhvern veginn að mæla hegðun okkar og þetta á að gefa einhverja kvarða, en það sem að þetta gerir, þetta breytir þér. Skilgreindu fyrir mig svefngæði og hvernig úr getur fucking mælt það. Þú veist, við erum held ég komin á mjög vafasaman vísindalegan grunn hérna. Þú veist, ég held bara að það eina sem fucking segir á mælið sé blóðprufa, skilur við. Það sé ekki hægt að vera bara með eitthvað svona dót sem tindrar rólinu, þú bara eitthvað, svefngæðin farin niður í 60. Veitu hvað, ef ég myndi vakna á morgnana og það væri gaur bara hérna, þetta var ekki nógu góð svefn. Þú veist, ég myndi fara ónýtur út í daginn, skilur við. Sko, það er líka komin einhvern veginn svo mikið svona, við erum komið alltaf mikið data og við erum komið alltaf mikið svona... Þú segir data. Þú veist, þetta er svona eins og, ég þekki gaura sem er eitthvað, ég er svo svangur og fókur að borða, oh my god, og ég er ok, geðum að borða. Hvað, þekkirðu bara eitthvað svona, þú veist, flóttamenn eða eitthvað svona? Síðan geðum ég að borða. Þá segir þér, djöðlir í fucking sattum, ég er eitthvað ógsta sattur, það er bara, þú veist, þú veist. Já, það er öll í eira. Það er bara, þú veist, lifðu fucking lífinu, maður. Já, þetta er, ég er alls sammála sér, en bara, þú veist, að vera að sofa með úr og láta það segja þér hvernig þú svafst. Í fyrsta lagi, það var bara eitthvað rannsókn gerðum daginn, að það að segja þér bara, ég svaf vel í nótt, hefur margfalt betri áhrif en 2 öllar kvöldin áður hafa neikvæð áhrif, sko. Þetta, sko, svo er þetta líka í félagsfræðinni Hawthorne effekt, sko, að mannleg hegðun breytist. Ég var í listaháskóla. Það er Hawthorne effekt. Það er bara, sko, að mannleg hegðun, ef að manneski vita að vera að fylgjast með að mæla hegðun þeirra, þá breytar hegðuninni. Já, 100%. Þú veist, og það er bara óyggjandi staðreynd. Og dæmum þetta. Er það? Já, ég ætla ekki, helst ég var að efast um þetta. Helst ég var að efa. Ég er svona, þannig. Og þetta, eins og þetta, hérna, eða þú ert stöðugt að mæla einhvern veginn allt sem þú gerir og ert að mæla einhver svefngæði eða bara hvernig dagurinn er og nú er komið tími á hvíld, segir úr væntanlega einhvern tímann, ég er þetta hef ekki verið með svona úr, sko. Og maður hefur séð það eitthvað, now it's time to rest og segir eitthvað recovery time og eitthvað svona. Alltaf þegar maður segir mér að standa upp, einmitt, ég tek 5 kilometra hlaup og það er eitthvað, heyrðu, þú þarft 48 tíma til að jafna þig akkurat á þessu hlaupi. Veistu það, blóðprufa myndi ekki einu sinni geta sagt mér hversu lengi ég þurfti að recovera. Þú veist, fólk er farið, þetta er það sem Bergur er að tala um, þetta er gervigreindin að komast inn í þig. Þegar þú byrjar bara, þetta skiptir engu máli. Ég er fyrst og næst með þetta, til að mæla hjartsláttur á mér, bara svo ég sjáum mig fara í 0 þegar þetta er búið og svo ég gert svona. Þetta var söldu vikunar, við erum að salta hérna Heilsúr og við erum að fara. Og það er í sjálfsögðu boði, saltverk. Saltverk. Já, en fáu ykkur dömm úr. Besta salt í heimi, bestu úr í heimi, smörtustu menn í heimi, besti stjórnmálamaður í heimi, besti grínistinn, besti DJ-in. Hvað viltu meira hérna? Ég er samt, sko, ég er búin að vera á yði, ég er aðeins búin að vera í símanum minna, sko. Það er að lenda hjá mér, sko. Ég, sem sagt, er í klúbb, sko. Ég er í klúbb sem heitir
Le Ami du Cèdre, vinir Cedrusviðarins, já, og það Rothschild fjölskyldan, svo eina sanna sem heldur út í þessum klúb og ég kaupaði vínflöskur á sem sagt á svona útgangsverði Okay. sem þeir ákveða eins og með hlutabréf svolítið og í alvöru, ég kaupi það og þeir geyma vínið svo í 18 mánuði fyrir mig og svo senda það hindi minn og þá hefur þessi flaska strax farin upp sko. Ég með ekki græða neitt á þessu en við getum sagt því að binda peninga Ok, let's go En hvað finnst ykkur dömulegt það? Nei, mér finnst það geggjað. ég bara Þú eru bara þögglir eins og Já, ég eins og það bara- að tala illu með sko- þessi gær sko. Vandamálið að ég ekki nóg djúpur til þess að geta átt í samræðum við þig, ég er bara stoltur að þér Já, ég líka Ég þekki þetta fjölskylduna Fjöruð báðir hræddir, ég búin að segja Já. Ég þekki fjölskyldu þína, hvað er þetta? Nei, ég þekki fjölskyldur sem þú tala um Já. Þetta er nafn. Ok, þetta Hvað er eitthvað fucking feedback en það? Já, það er eitthvað umurinn Já, ok, allt er góð Já, já, þetta var En Dóri, þegar við settust niður Já, þá talar að þú hefði fengið einhvern seyðing í magan já, einhvern smá kvíðaseyðing já Ég að fara í svona erfitt mission á morgun sko. Ég að fara í mjög erfitt mission á morgun sem ég auglýsti daginn að ég eftir stílista hér í þættinum Hvað, fuck og það hafði samband við mig sko maður sem sagði bara ég hef áhuga á svona hlutum sko og hann ætlar að koma heim til mín á morgun að skoða fataskápið minn sko hann heitir Alex Okay. ja, og ég veit ekki hversu mikið að vilja í pluggi sér eða segja eitthvað frá TikTok-handli hann ætla bara að láta það, en allavega eins og staðinu núna hvað verður úr þessu, að koma maður með eitthvað flíkur sem hann hefur fengið lánar eða allan eitthvað hugmyndur flíkur ætlar að kíkja fataskápið minn og aðeins hjálpa mig í gegnum þetta sko. Hvað er hann gamall? Ég veit það ekki en hann á bann Er hann yngri eða? hann yngri en ég maður hvað heldur þessi að fá okkur 16 gaur heim til mín eitthvað já, best að setja því í tvínöftan blazer þetta vil ég eitthvað ungan og ferskar en við erum að tala um að framlengja lífið í kallinu þetta er ekki einhver maður sem er að taka á móti mér on the other side skilur Kemur einhver gaur með einhver píp og þetta á blessa Arthur Björgum Bollason Einhver sótari bara en hann er að koma og ég kvíði þessu smá en þetta er good type of kvíði Hvað er að gera þetta einhver motherfucking psycho Þetta er algjörlega random, veist ekkert hvert er, veist ekki deila ánum með neitt Nei, segður eitt ég veit ekki deila á honum en ég hef séð TikTok-accountinn hans, hann er fyndinn gaur og við höfum verið í sambandi í nokkur ár Ok, þú veist, hann sendi mér eitthvað hey, geturðu mælt með stað í París fyrir náttúruvín hey, hvar fæ ég þessa flösku eitthvað hann ég veit að hann er með gott vibe og ég er búin að tala við hann í síma og hann var ekki bara eitthvað, já, ég ætla að koma hérna ég með leði eitthvað sem hann á móti þú veist, hann er ekki þar, hann er bara nettur þú veist, en ef hann hrættum hann alltaf að setja mig í svona skó sem eru með hæl og sylgi veit ég hvað það er svona lítið út svo Prins Lu sko, takk ég eftir því samt allir svona geggjaðir stílistar, bæði kallar og konur og hán og whatever þau eru dressi geðað plain eins og make-up artistar, þeir eru aldrei með make-up þegar þeir eru að vinna, skilur hvað ég já, þannig að ég myndi segja að góðir svona stílistar eru einhvern veginn að leggja sér fram með að vera bara í white tee og bara einhverjum bónusjókara sko. Þegar þú veist, þeir kannski fara á kala ég veit það, en ég er sko perpetually á milli stærða sko. Okay. Þannig að það er bara þú veist, bara bandarist extra large er allt og stórt á mig evrópt extra large er, þú veist, svona rétt mátulegt eins og staðan er núna og ég veit ekki, bara mér finnst þetta orðið mjög erfitt og ég er bara gaur, þú veist, ég myndi verið í Woover-buxum og Timboots ef ég mætti það núna, en ég má það ekki og ég þarf ekkert eitthvað þetta er ekki eitthvað svona að kaupa sér stílista, ég ætla bara þessi gaur, hann segist að hafa áhuga á þessu og hann langar að þú veist, og í verstafalli kem ég heim, ég með geggja kaffi frá tegukaffi frá fokkin Uganda maður í vélinni núna sko býður hún upp á það snýð niður, læta hann fá þetta gefa hann náttúru En talum ef þú ætlar að gefa hann kaffi þá ætlum við að tala um te og kaffi hérna ég segi, sko, þannig er deal ég verða að hætta að segja talendum því að öll klippin okkur við erum komin á TikTok, komnir á TikTok bæði hann að checka okkur þar, blowing the fuck up við erum á Instagram það er sumarkaffið
Suma kaffi frá Teo kaffi. Teo kaffi, þetta er einhvern veginn svona, ef þú vilt fara eitthvað smá öðruvísi en ekki alveg alla leiðina, þá ferðu hingað Suma kaffi frá Teo kaffi, 20% afsláttur, BEF í netverslinni og sen er alltaf bara út allt En þetta fyrir leikmennina. Ég alltaf, þegar ég að tala Teo kaffi hérna, þá ég að tala til hausana hardcore liðsins sem grinding their own beans. skilur þetta hérna. Ég veit hverju aftast í klúbnum að drekka humakaffi. Suma kaffi, ég bara hérna og líka bara kíkja á Teo kaffi og taka í fund með einhverjum. Þú veist, það stemmari sko. Já. Og sko, það sem ég er búin að læra Dóra bunan eins og músaskott. Já. Það key sko. Það það sem maður lærir. Við þurfum að fá hennan gæja bara í poddið. Já, stílistinn og líka var gott að tala bara svona hvernig leið þér þegar þú varst komin inn í Svernbyrgi eða Stóra og sást bara til dæmis eins og við eigum óslega gamalt rúm í okkur mín. Hvað hjónarúmið þitt gamalt? Það ekki gamalt sko. Bara 2. 2? Já, 2-3 eða eitthvað. Hvað gerir? Brotnaði þitt? Nei, það er bara mjög regluleg endurnýjun á eiginlega flestum munum á mínu heimili. Aha. Já. Ok, en hvað átt þú gamalt rúm? Keypti það bara fyrir svona 4 árum. Hvað ykkar? Rúmið mitt gamalt og dóttir mín sko. Já, þetta gengur ekki sko. En meina, þú veist, mér líður ekki illa í því. En gæti það verið komin einhver sveppur? Stílistinn á eftir að vera... Ég ætla að leifa stílistanum að leggjast í rúmið og leggjast í klukktíma álma. En það svona kaffi og svona, þú veist, eru þið svona coffee in bed náungar? Ég færi konunum minni kaffi í rúmið á hverjum degi og stundum hugsa ég að mér langi bara að skvetta yfir hana og brenna hana, skilur, en samt hún færi það í rúmið á hverjum degi, það bara það. That's what she said. That's what she said. Pause. En hérna, það sem ég vil tala um rúm og kaffi að vera með svona vera með gafl, segi ég var að fara að taka bara svona heila bróðlega, ég vissi ekki að gafl væri sko, en vera með gafl sem með svona smá. Þú veist, það að setja eitthvað á gafl. Þannig mér gott ef maður með kaffi í rúminu að setja það svona fyrir ofan mig, þannig þarf ekki að vera eitthvað. En að vera með cup holder á gaflinu. Það eitthvað KJ-style Costco í Florida University. Ég ekki með gafl. Ég þarf gafl og nýtt rúm. Teo kaffi, Suma kaffið, allt kaffið, 20% afsláttur með BF kóðanum. En mér langar að breyta eins, við erum með heitt með lava. Já. Og mér langar að leggja fram spurningu, hot or not. Lava heitasta bílalegan. Okay. Eina bílalegan sem verið 2 röð. Og við erum að fara að vinna með bílalegan 2 röð. Við erum að vinna með þeim á innanlandsmarkaði. Eina bílalegan sem býður upp á splunkunni á Bronco. Já. Í ákeflaugafulli til að býða eftir. Ef þessi Bronco hefði verið komið þegar OJ var að flýja, það verið laus. Það var í Mexiko. Líklarnir eru í. Það sko. Þetta svo að vera með hest fyrir utan leistu sem tekur þig á Suðurlandi sko. Eitt gæðing, skeiðmeri lavakaradal.is Ég tel mig vera mjög skinugan á gervigreindina og ég tók sessjón hérna bara þegar tónlist var að byrja að renderast í gegnum gervigreind og hafa verið að gera alls konar svona remix á lögum. Það tala um að gera eitthvað svona Many Men með 50 eitthvað soulful life. Ég var meira, ég fílaði Creed sett í sólbúning. Ég hafði mikinn áhuga á því, ég veit ekki hvað það var. Varst að hlusta á gervigreind, Creed í flutningi gervigreindar? Já. Og mér finnst það bara mjög fyndið og allt í góðu. Bróður, ég held ég myndi finna barnaklám á netinu áður en ég myndi finna Creed í Ég veit ekki hvernig algoritminn minn gaf mér þetta. En svo var ég bara á Spotify núna daginn, eða bara í vikunni og datt inn á einhverja söngkonu sem þetta var hún söng inn í hjarta mitt og mér fannst þetta bara frábær tónlist en ég hugsaði, ég ætla að fara að googla hún var alveg 3 milljónir spilana mest vinstasta lagið og það kom ekkert upp nema Reddit þráður að þetta væri gervigreindatónlist og þarna var ég blekktur fannst mér, þegar maður veit ekki þetta eins og að gera eitthvað díl við djöfulinn þegar þú fer að hlusta á gervigreindina og þess vegna langar mig að leggja þetta upp fyrir ykkur bara með afstöðu ykkar í gervigreindatónlist og hvort maður á að vera að finna til sektarkenndar eða hvernig maður á að líða þegar maður fílar þessi lög illa
og þú hefur brugðist þínu eigin stofni þarna, Já. sem maðurinn Homo sapiens og Nei, ég meina þarf ekki að vera með móral í þessu nei, þetta en þú þarf kannski ekki að fara eitthvað að mæla með þessu við aðra eða eitthvað neginn, þú getur bara átt þetta sjálfur. En sko, svo er ég búin að velta þessu fyrir mig, þetta er kannski einhvers konar bylting að þarna er einhver lagahöfundur, textin er geggjaður og lagahöfundur sem getur stilt tónhæðin á söngnum og bara gert þetta fullkomið og einhvern veginn keitir þetta fyrir mann. Hvað segir DJ-in? Madwack. Madwack. En þú veist, ég veist það, ég bara veit það ekki. Sko, þú veist þetta verður aldrei list, þetta verður alltaf handverk og föndur, af því það er engin tjáning í þessu, það er ekkert expression, það er ekkert mótíf, skilur, það er enginn sem er að reyna að segja eitthvað, það er bara tölva sem er að reyna að geðjast þér og það er munur á handverki og list, skilur, og list er einmitt ekki fullkomin, skilur, þú veist, ofta er það mómentið þegar, þú veist, tónnin brestur aðeins og söngvaranum sem gerir lagið svo eftirminnilegt og skemmtlegt, þannig að, en, veistu það, mér finnst líka svona hljóma bara svona eins og þú á internetinu, þetta er bara svona barnaævintýri eða eitthvað, þetta er svona bara svona eitthvað, hvernig getur bara svona eitthvað, það rataði tíminn hérna eitthvað, þú kom fyrir að googla þetta eitthvað, alls konar, svona ratar ekki á mig reyndar, eða, þú veist, en ég veit ekki hvað ég er að bulla stundum stundum er að horfa á smíðamyndbönd sem sko Mér langar samt að segja, Dóri, þú ert þarna að koma, ég hef búin að hugsa þetta á þess að koma þessu almennileg orð og þetta ég er svo sem kom inn á þetta líka, ég talaði einhvern tímann hérna í podcastinu að vera heitt að gera mistök og því að það skilgreiningur, mannleg mistök skilgreiningur frá, eða svona aðgreiningur frá kompjútan frá tölvunni og þetta er alveg hárrétt en þetta er samt góð tónlist þetta er fáránlegt, en ég meina bara við það að hlusta á þetta, þá ertu einhvern veginn að stuðla að dauða sköpunar. Ég ætla að koma með samt það sem er heitt. Já. Ég ætla að koma með eitt sem er heitt. Ég ætla að segja not við eftir umhugun þá er ég alveg síði hvað ég segja. Ég ætla að segja að það sé heitt ekki, ég ætla ekki að segja að það er heitt að fara í bíó. Það er heitt að fara í bíó og setja fremst. Ég sest alltaf fremst. Það er bara hann. Já, ég ætla bara að segja að það er mega heitt. Og ég fer einn í bíó. Einn í bíó er mjög gott. Af því þá þarf ekki að vorkenna hinu sem eru einn í bíó. Líka. Ég ætla að segja bara að fara í bíó, setjast fremst og svona, það er heitt. Þess að það. Akkur, voru að raukstu þetta? Ég er ekki með data. Það er bara, þú veist hvað ég verður með sko, vissulega sko. Data. Ég er bara með heitt með lavakarandal.is fara, ég veit ekki, ég vil fara einir. Einn í bíó finnst mér geggja sko. Á bílalegu bíl sko, það var ekki að leigja neitt sko, ég trúi Dóra því hann hefur sagt til að fara einn í bíó ég veit hann gera það en yfirleitt er að fólk segir eitthvað mjög skemmt að vera einn í bíó þá verður aldrei fara einn í bíó sko. ég trúi Dóra ég gerði reglulega þetta sko, stundum þar ég að taka einhvern veginn pásu sko, bara að koma haustum að mér út og einhverjum, þú veist bara ég er eitthvað djúpt í einhverju verkefnum með eitthvað og þetta er bara eitt af því fáa fyrst mér sem að maður bara tjekkar út úr heiminum í 2 tíma sko, líka bara að þú veist, ég á mér mjög ég hef komið víða við í áhugamálum og þú veist, og ég þú veist, ég get talað við þetta liðnir í Nexus alveg á þeirra tungumáli það er svolítið outdated, skilur, að því ég datta út af einhvern tímann Old Man Flow, ég hef áhuga á fantasy og ég, þú veist, ég hef áhuga á myndum sem eru gerðar eftir tölvuleikjum sérstaklega í spilað og sama hversu púkalega þær eru og þú veist, núna kemur Mortal Kombat 2 í bíó ég vil sjá hana, ég þarf ekki að hafa eitthvað með mér sem er ég veit alveg að myndin er svona og ég er bara forvitin hana og ég er forvitin þú veist sköpunargleðina í þeim sem gerðu þetta og hvernig þeir gerðu þetta einhvern veginn og ég veit að myndin er ömuleg hún er jafn ömuleg og Mortal Kombat 2 var árið 1997 sko, og 98 hún kom út og en þú veist, ýmsar svona skrýtnar spennumyndir ég fer bara einn á þetta sko. Talandi ég verð að hætta þessum þá ætlum ég að taka smá Teygja umræði Teygja, þið veitir hvað ég er að tala um besti pósinn og bara þegar þið sjáu Teygja þá er þið bara yes, ég er að fara það verður gaman bara eins og við tölum, þetta maður tekur meira eftir þessu núna og ég held að bara Teygja sér líka bara
pósunum fjölgar. Með eirað, Ég teygjaði á hann, sko. Já. Já, Hvað teygjarðu? Ég var að teygja sushi. það er svoleiðis. Já, og ég var að hugsa að sushi væri á dýrt, byrtist tegjapósin, hugsaði fæslugjöldin til þeirra, hugsaði, damn good, sir. Og líka þetta einhvern veginn svona, þú veist að það er líka gott samband á milli fyrirtækisins og teygja sem þetta versla við. Já, maður hefur oft komið inn í fyrirtæki og bara fundið hvað það er vond samskipti oft á milli bara yfirmanna og greiðsluhirðis. Já, þarna er bara, þetta er Maður finnur hins vegar hann að þetta er bara eins og í sitcom. Hvaða súsistað fórst á? Ég fór á Juicy Sushi í mathöllinni við pósthúsið niður í bæ. Og svissaði þar. Því ég var að vinna þar á móti bara og fór þar inn og Sjárat á það. þurfti að fá surf and turf. Þá ætlum ég að tala um fyrirtæki sem ég svona sakna. Já, Og það er Lasertag salurinn sem hann er í Faxafinni, eða Skeifunni. Minn eftir honum. Já, ég saknast líka. ég líka. Ég man einhvern tímann, þá ætlaði ég að vera eitthvað fyndin. Ég var svona 11 ára og var nýbúin að fá skrýmgrímu. Og var svona early, þú veist, mamma og pappa voru alltaf úti, við vorum alltaf úti í Bandaríkjunum, fekk vera skrýmgríma þarna. Tók hana með, ég ætlaði að vera eitthvað fyndin. Sett hann á mig fyrir þú átti engin, nú er skrýmgrím bara verbólga á þessu, ég heit allir sko en ég var eitthvað með hana Early adopter. það var svona 15 ára gauð sem tók mig hérna og segi, heldurðu að þú sért eitthvað fucking fyndin, ok? Og ég tók hann að mér, Hvað varstu gamall? ég var svona 11-12 kannski, Shit. og bara hann ætlaði í mig sko en ég tók hann að mér, helt á hann og var hérna en þetta var svona ímyndaði stemminguna, þú ert bara fyrsti gauðurinn í Íslandi með fucking Lasertag-sal. Já. Ég man eftir þessu, ég var of hávar. Ég, þú veist, ég var bara einhvern veginn ómikið læti í mér og ég var einhvern veginn þungstígur og eitthvað svona, þannig að við vorum eitthvað vinahópurinn og ég var alltaf skotinn fyrstur. Það er svoleiðis. Já, ég var bara ekki góður í þessu. Já, maður fekk líka svona alltaf prenta hann út svona hvar þú stóðst í þessu. Já, ég var mjög slakur í þessu. Ég hugsa líka, það sem ég hugsa aðalum núna er svona hvað sky's the limit var að því, þú veist, ef þú afbyggir Lasertag, þú veist, þetta er að kaupa búnaðinn, þú kaupir búnaðinn, prófaði þetta í Bandaríkjunum, komst í samband við eitthvað framleiðanda, pöntun, hvað ætlum að fá 16 vesti og 16 byssur, 8 í liði, svo tekur hann á leigu eitthvað svona alveg afdangað húsnæði eitthvað í Skeifunni það sem sko, þú veist, það var bara verið að slátra grísum eitthvað áður sko og sendir hann inn 2 smiði í 2 vikur að reisa upp létta veggi og einhverjar prílingar og prísundir. Það var alltaf rosalega vond lýsing þarna sko og maður heyrði, ég var alltaf að heyra sögur að væri verið að berja menn með skeftunum og byssunum þarna líka sko, ég beði alltaf til að fá bara hér en og svo bara open for fucking business, Prince Polo og Coca-Cola selt frammi, einn alveg bara svona gaur með aflita hár langfreðin í aðgrústinu bara mér sýni gæslu eftir 10 mínútur, ég bara chilla ánga til, skilur svona hér sko og þú fórst í Spánar með fjölskyldur út af þetta, skilur þetta bara skilaði tekjum. Akkurat, ég bara tegja, þið veit hvað ég er að tala um. Tegja, Lasertag, Danni, þetta voru Strauja át á leikinn maður. hlýjar tilfinningar hann sko. Og já, hvað erum við meira til að... Ég er með svo mikið að ræða hérna við ykkur sko. Þú ert með þetta í skjali. Ég er með þetta náttúrulega allt í skjali sko. Ég var hjá engaþjálfarnum Mikael Brune í morgun og Engaþjálfara og þú ert með stílista. Ég er með engaþjálfara, stílista, ég er líka Gone Hollywood á okkur, skilur Þú ert mjög flottur sko. Hlakka líka með svartan bíl þetta fyrir hlakka til að fara inn í hann eitthvað svona all white þú ert ógeðslega flottur. Sópar þessum dreng En sko ég ætla að segja það samt, þegar ég sá þig velja þessi föt, ég kom á eftir þér og ég öfundaði þig og ég hugsaði þú veist, bara þegar Danni talaði um það, hann vitnaði því Wire, set up shop early þegar við vorum mættum í myndatökuna. Dóri tók... En Dóri set up shop early með að mæta fyrstur í Andrá með mann með sér og hann valdi bara, þetta er ógeðslega flott föt, þú verður eiginlega að standa upp, þetta er helgali. Strákar, ég skal gera Sko, og þið verður að horfa á þetta núna, þið verður að hlusta. Þetta er ekkert eðlilega flott sko. Ef þú ferði, þú veist líka bara fyrir sumarmanni hérna, skilur við, Sjáu þetta. Kemur í þessu, ég með vinglas, smellu, skilur við, forget about it. Sulla smáðið maður. Er ég búin að sulla smá? Nei, ég er að segja þú. Okay, já, þetta er þessi föt höndlaða sko. Já, ég veit. Höndlar smá. Það er þetta að setja háþrýstudæla á þetta helviti. Já. Þú varst hjá engaþjálfara, já. Ég var hjá engaþjálfara og ég komin út á sweet spot, ég hættur að fá harsberri sko, eða svona.
og ég fór að hlakka svolítið til að fara í rektina hana strákar, það er kannski lifi af sömarið, það sem ég er að segja það sem ég er að tilkynna ykkur akkurat núna en búin að sjá Björgúl Tór í rektina þessar Já. hann mætir eitt sko. Í hvað ræktast þetta? Ég fer í Vatnsmýrinni Ok. í Vatnsmýrinni ógeðslega mikið af ógeðslega gröðum kallkinn skiptinumum að lyfta Eru þið með dredda það? sumir og þeir eru sko, þetta er mjög sko, þú veist, þetta er mjög international, þetta er náttúrulega háskólaræktin, þetta er mikil háskólarækt en þú veist, við vorum með uppistandana sykursála við hliðina og stundum var ég bara að labba, þú veist, ég var sem ég bara klára kannski fyrra uppistand kvöldsins og það var ennþá opið í vörðklass og það eru bara einhverjir heavy horny gaurar að ná sér í sixpackan til að fá einhverja athygli sko og ég fíla að það er gott að lyfta í svona óþægilegri kallhorny stemningu sko en nei, Vatnsmýrin finnst mér vera superior og hún er rétt hjá heimili mínu fer hann inn, teka á því fer í gufuna, hitti Gumma Emil segir mér eitthvað fucking alveg geggjað sko og blóm og kransar má ég spyrja ykkur einu, gerir þið það sem allir gera núna að labba í halla? Nei. Hvað víbrar þetta? Það er svo sem spila á neðri hæðinni sko. Ég veit ekkert hvað þetta er en það er að gera mikið aðeins allavega, eru þið ekkert að labba í halla? Hvað er jarðskjálfti það? Veitu hvað er þetta? Þetta er víbringur Víbringur. í húsinu sko. Þetta er víbringur í húsinu Ja, þú veist, Húsið er að gráta Eru allan við tökum mækana Ég verð að tjekka hvort það sé nokkuð búið að gjósa á Helliseiði sko. Hvað sé? Ég er að tala það er mikið á horni og ég skiptinum hana í háskólanum og það er bara stemning en sko, núna er því miður óslega mikið svona neikvætt tal innflytjendur í gangi ég ætla að bjóða upp á jákvætt tal innflytjendur Ok það er uppáhalds tegundin ykkar af innflytjendur í Íslandi bara þegar ég sjá Gaurar frá Brooklyn já, Já Það er bara fakt sko Þetta er vel svarað koma að spila körfubolta hvað er að gera þetta? Þeir eru eitthvað you know what I'm saying Eignast íslenska konu þegar þeir voru í hernum Já, það voru á beisinu 100% já, 100% það eru rosalega ykkur sko svona vesti hlutin af mér vill segja bara ef ég sé massaðan austantjálsmann í sko smíðabuxum ég róast, ég veit bara að við erum í betri höndum einhvern veginn fyrir vikið sko ég elska þá ég elska líka frakka sem búa hérna og hata Ísland veitir hvað er að Þekkir marga þannig? Já, þeir eru í Vesturbærum þeir eru svona eiga íslenska konur og þeir eru bara hittir á og þeir eru bara að segja þér frá okkur árekstur sínum við kerfið árekstur sínum við hitt og þetta árekstur sínum við opnunartíma ÁTVR hvað þetta er dýrt einhvern veginn hérna, ég fíla þá líka sko. Mér finnst þeir halda mér á tánum einhvern veginn og gefa þessu international blæ sko. en svo verð ég að segja að Bretar hérna hafa líka aðlaga samfélaginu Þinn maður Ben búin að aðlagast vel sko og svona oft eru þeir líka með svona góða innsýn á íslenskt samfélag sko að því sögðu þá þú veist bara elska ég að sjá svona eitthvað íslenska draum dæmi, bara að saumastofa Hassans, bara allt í gangi ég fæ gæsara þegar ég sé það sko og það er eiginlega það sem er uppáhaldið mitt bara þegar litli maður vinnur sko Talandi litli maður sem vinnur þá erum við með bílvikunar Yes og kíkja hvað þú ættir ekki að hætta að segja talandi um það þú ættir að fyrstulega get creative with it núna sko Getting jiggy with it ok, hendu á okkur hvað þetta er hérna Maggi Nói að bílasalar ekki að ykkur eru við spenntir Já, með spennuböldin Það er Já, það er Audi Það er þýska gæðamerkið Rafmax Ég get mælt með Audi persónulega S-Line, þetta er það flottasta Þarna eru skinjarar í öllu það eru 720 dregnir maður 720 kílómetrar Akureyri nánast fram og tilbaka Þetta er Bang Olufsen rusalegur bíl Þetta er rusalegur bíl sko Er þetta stationary eða? Þetta er, já, er það ekki Þetta er eitthvað svona hatchback Já Þetta má Batman-fílingur Þetta er, já, A6 e-tron Þetta er ógeðslega flottu bíl Þetta, ég er nú bara heitur fyrir þessum sko. Það er smá Batman-fílingur alltaf í Audi-bílum sko og hérna en þessi sko, veist það er líka að vera að slá 600 kalla af honum sko Já
það alveg svoleiðis. Þetta, ég mæti með minn e-tron og setja hann upp í sko. Skellið ykkur líka bara upp á bílasölu Reykjavíkur og byggðum Magganói og hann kemur og sýnir ykkur bara eitthvað bíla sem þið vissi ekki eitthvað vantaði. Sjá líka bílar sem eru með pírð augu, strákar, sem eru með pírð augu, eru að horfa í auguna þér og eru svona. Já, þetta svo kona, svo falleg kona. En ég skal segja ykkur, veistu hvernig svona bíl kemur sér best? Fyrir leik, bestuöldir í sundegi, sér liðið eitt raskelt af einhverju miklu betra liði, 5-1, fær leiður út á bílastæði, býður þessi bara, þú manst. Þetta allt gott. Já. Það ekkert sem fyndið eins og þú veist, ég bara á einhverjum Passerati, skilur, ég bara maður fólksins. Já. En þegar ég fæ eitthvað bíla ánaðan sem svona, fólk veit ekki átt, ég sé aldrei, menn sína, sittir rétt á andlita, áttu hana bíla það? Já, ok. Það bara, þú veist, þeir ekkert öfundsjúkir það er bara svona, þeir vilja hafa mig á Passeratinu, sko. Já, ég veit það. Og en ef þú kemur á þessum, þá bara, ok, þessi gaur mín spistin, hann set up shop early. Þú veist, ekki koma klukkutíma á undan, kom til 2 tíma svo einhversi setting up on you, sko. Já, ég get alveg ímyndið mér að það væri fólk að tjalda fyrir utan bílasölu Reykjavíkur í nótt til þess að... Bílasölu Reykjavíkur.is, tjekkið á þessu. Nú eitthvað dagur í júní, það kick-off á World Cup. World Cup. Eftir viku, og þetta það leiti sem ég yfirleitt fyrir að setja mig, að því ég horfi bara á bestu deildina og bara búin að horfa í 2 mánuði, þannig að ég svona dettin í fótbolta, en núna þarf ég að fara að setja mig inn í þetta mót. Ég hef yfirleitt sett mig inn í þetta mót eins og sko 19. aldar maður, þú veist, ég held alltaf með einum Afrikuliði að þeir eru svo líka sterkir og þú veist, ég að hætta því, en ég ætla samt að halda með einum Afrikuliði og ég ætla að halda með einu og ég held með lið sem ég á eitthvað svona, finnst ég eiga eitthvað í. Og nú ætlar að velja lið núna til að halda með? Já. Ok. Þú veist, ef ég má bara spyrja um nokkra klassikera, þú veist, hvernig gengir brössunum spáð núna? Sko, fyrsta lagi, og því að maður að setja sig inn í HM, í gamla daga, 94, HM 94, líka í Bandaríkjunum, þetta sé líka í öðrum Norður-Ameríkuríkjum, Kanada og Mexiko. Þá var Arnar Björnsson með handbók HM 94, Arnar Björnsson íþróttafréttamaður, sem var svona litlar upplýsingar hvern á einasta leikmann og úrslit sem var fyllt út. Þetta náttúrulega, af hverju þetta ekki svona? Og ég svo var gömul bekkjarsystir mín, var í góða hirðinum og allt í einu fæ ég senda mynd frá henni. Og þá var hún í góða hirðinum og fann útfyllta HM94 bók eftir ungan Kjartan Atla Kjartansson. Ég fyllt út öll úrslitin, svo einhvern veginn og bókin kom inn í góða hirðin og hún ákvaði að senda mér þessar myndir hann, ég áður hann þá, en allavega, ok. Að ég hafi spurt þig, gengið brössunum spáð og þú hafi svarað þessu, maður hafi ekki heilablóð þessu. Straight up offensive. Förum núna fram í tíman, 2026. Brasilia með svona, ef að segja, pragmatískara lið kannski en það með. Þeir eru með Carlo Ancelotti, ítalskan þjálfara. Sorry, hvað þýðir það? Það svona, þetta ekki alveg eins flúið kannski lið og hefur verið og ekki þessar ofurstjörnur sem hafa oft verið í brasilíska liðinu. En salsastöðlinn? Sko, ég veit ekki hvað það þýðir. Bara eru þeir ekki að fara að spila salsa-bossa? Samba. Já, þeir eru alltaf samba. Sko, þeir eru alltaf með Vinicius Junior sem mjög leikinn og þeir eru með bara fullt af svona skemmtilegum leikmönnum, Mattius Cunha minn mann og svona, en þeir ekki sama brasilíska lið og hefur alltaf verið, sko. En bara 94 var mjög, það var svona síðasta pragmati, það var svona bara þeir unnu Romario var það leikmæður, hann spilaði ekkit utan Brasilíu. Já, hann var eitthvað aðeins þarna, en hérna brassarnir eru ekki alveg eins og það hefur verið, þeir eru aðeins öðru síðan, og einhvern veginn ekki að koma alveg guns blazing inn í þetta mót, en þeir gæti alveg fundið taktinn á mótinu. En deutsarnir? Sko, ég ætla bara nú að ráðleggja lið til að halda með. Ok. Ég ætla að færa það yfir í Normenn. Ég til í þá. Ég ætla að gera eins og stílistinn. Já. Og einkaþjálfarinn. Og einkaþjálfarinn. Ég ætla að færa það yfir í Normenn. Hann Normaður. Já. Hálfur Normaður. Ég ætla að segja, sko, Hollandinn, Erling Haaland. Sko, Normenn, ég er ekki alveg komið riðlana í fingurgómana. Þeir eru með Fraklandir yfir því. Já, með Frakland og Ghana. Já. Það millið, ég var í Ghana, ég ætla alltaf með Ghana, ég á búningin. Ok. Er það Ghana? Sko, það er maður ekki. Ég til í halda með Ghana líka, af því að Danni hefur farið til Ghana. Við skoðum að tala um. Ég get þetta búning. Já. Svo, sko, ég hef historically yfirleitt stutt Tyrkland. Ok. Út af Tyrkja ráninu þá eða? Nei, sko, ég veit, það var bara alltaf eitthvað sem heillaði mig við tyrkneska landslíkanata og svo spilt ekki fyrir að þegar vorum að vinna saman á DFF, þá var Sóli Hólm alltaf að tala um að ég gæti verið frá Norður Tyrklandi. Já. Ég var með línuskeggið. Já, þá varstu eins og væri
frá svona evrópskar hluta. Já, þannig að ég bara hef tekið þá, þeir eru með leikmann sem heitir Kenan Yildiz sem ég er spenntur fyrir, en ég segi sko ef maður veit vera eitthvað svona í einhverju favorite sem er svona, þú veist, lið sem er líklegt, samt svona kannski ekki allir munu spá titlinum sko, ég held að flestir munu spá, veit ekki, Spánverjum og Frökkum kannski eitthvað, Portugal gæti alveg gert öðrum liðum skráveifi á þessum móti. Þannig að þú ætlar að halda með, ef við tökum eitt stórt lið og eitt lítið lið. Já, ég er með Portugal, Tyrkland og ég ætla að halda með Ghana líka. Ok. Ég er Noregur og Ghana, ég er bara með lítið lið, en veistu hvað, Svo náttúrulega England maður heldur. Ég er veikur fyrir Bandaríkjunum sko. Já. En Danni, hvað er þú? Ghana, litla lið og Holland. Ertu að tala um Haaland, framherja Noregs? Sagði ekki Holland. Já, þú ert að tala um Niðurlöndin. Niðurlöndin, já, ég ætla alltaf með. Þú ert með Niðurlönds svæði. Ég fæ mjög mikið. Are you from Holland? Are you from Netherlands? Já, ég myndi halda á værir frá hvar undir, þeir eru með frá Maastricht. Þeir eru með Japan og Svíþjóð. Við vorum að spila á Japani, tapa 1-0 núna. Og Svíþjóð eru með Gyökeres. Já, Gyökeres. Gyökeres eitt fallegasta tíðanbil íslensku þjóðar, sagði eitthvað ógeðslega vitlaust. Landnámstímabilið. Já, fyrir utan það var svona tímabilið þegar við vorum okkur var að ganga ógeðslega vel í fótbolta og þetta var tímabil þar sem ég fór í bónus og bara, er þetta ódýrt velurni, og það var sko, ég held að við munum hugsa svona, við erum að koma upp úr runnu einhvern veginn hægt og þétt, skilur og rétt áður COVID byrjar, það var eitthvað magic, íslenska rappa bara, þú veist, og ég var að heyra nýja rappar sem var geggjar íslensku. Við vorum á beinubrautinni sko. Góðar minningar frá bæði HM og EM sko, það er það skemmtilega sem ég veit. Þú fórst til Moskvu að það maður? Ég fór til Moskvu, besta minningi minni þegar ég heldur bara partí og buðum heldur Bretum og vorum að horfa á leikinn gegn Bretunum og þegar við jöfnum, þannig að þegar við komumst í 1-1 þá bara brjálast alltaf inni og okkur Bretar geðpyrraðir og svo bara allir bara heyrðist eitthvað hei, og ég bara kíkja út gluggan, þá bara okkur hópur okkur 12 ára gaurin bara, hvað var að gerast? Við vorum að jafna, dansa einhvern stríðstans í göndin og það var svo mikið stemning og það var svo mikið léttleiki, ég fór að gráta þegar við unnum Slóvakíu, var ekki Slóvakíu? Austurríki bara að því, þú veist, þetta var madness, ok, það er að tala um það endalaust, allavega og Frakkland vinna þeir ekki alltaf? Jú, þeir eru alltaf, þeir kunna þessi stórmóta game sko. En síðan tökum við Svo er Marokko líka, bara sorry Danni, ég gríp hann fyrir Marokko er svona educated svona dæmi sko, það er með gott lið og svona öflugt landslið, þeir eru á svona rönni eins og við vorum á þessum tíma. En síðan tökum við líka bara stöðuna eru komin í útláttakeppnina. Já, og reyðlakeppnina líka. Það er alveg skuggalega mörg lið á þessu móti sko. Já. Nei, það er náttúrulega, það eru stórtíðindi, stóri angin, borgarinn okkar. Á Two Guys, hann hefur verið tilnefndur sem borgari ársins hjá The Burger Magazine Award og velum vera veitt í Las Vegas en þetta er mjög mikið tekið þegar menn er að gera eitthvað svona góða pítsur og taka átt einhverju skyndibitakeppni í borginni Kissimmee í Florida í Bandaríkjunum, eitthvað svona smábæ og augljóslega pay to win dæmi en allavega, nei, stóri öngin hann er tímalaus klassík, hann er hjá Two Guys, bestu hamborgarastæðar á Íslandi og við trúum okkur ekki spurjiði þá fólki hjá Greipæðin til dæmis í Reykjavík og ég mæli með narsasist útgáfunni það sem að þið getið sleppt brauðinu og ég veit það að og þið er líka bara að taka mynd af sér með narsasist útgáfunni og borða svo ekki neitt ég hef fengið senda myndir af öðrum réttum á Two Guys í narsasista klæðum akkurat, KJ-stæl við erum að byrja Revolution hérna. Sko markastofan var eitthvað svona er að þróa eitt koncept og það er eitthvað KJ Stay Paid KJ Stay Paid það er eitthvað gott eða? Já, ég bara alltaf gaman að vita hvað markastofan okkar er að bralla þessi markastofa er góð en KJ Stay Paid bara með Two Guys, það er náttúrulega vagnin, hann er á öllum hátíðum þannig að ef þið sjá Two Guys vagnin bara segið þið hver sendi ykkur, það voru Kjarri Dór og Danni byggðum, segið þið, er hægt að fá stóra angin hér í vagninum, við lofum þið ekki þetta er secret menu og hann þarf secret ingredients og kannski bara þóli vagnin þið ekki, en hver veit ég er að pæli að fara sko nýr á Hlem taka strætó, borða hamburgara láta 34 ráðast á mig taka strætó á Álftanes sem tekur svona 1,5 tíma og fara sinni kvöldmatt fara í öldulögin, láta henda mér út fara síðan á á forsetan shit
þetta var kannski sem við getum bara að heyra með hópferði Day of Fun Day of Fun, þetta er Day of Fun, já, betur en flestur. og ég veit ekki, þú veist, Vildagengið. að sjá Hjalta í þessari PG skyrtu Vá, maður. Já, það var svakalegt. En Hjalti er að skipulegja Day of Fun Ég er með eitthvað draum að við verðum sko með fyrsta live podcast okkar eitthvað svona í Perlunni. já, bara hérna Útsýnispallinu Útsýnispallinu. Shit, hvað fólki þótti það merkilegt. Já, vá, ég man það var ítti á sko, þurfti ekki að borga í Þarf ennþá. þarf ennþá að Held borga það, jú. þá var þetta frýtt og þau hefur svo breyst eða ekki, ég veit það ekki ég man bara maður var, ef þú horfið til og setur já, skífan já, og þú fékkst sko, narration á hvað þú varst að horfa á Maður hefur, þú veist, Perlar, þetta átti að vera eitthvað svakar að hafa búið að standa í 2 ár þegar voru að vera geisladiska markaðar sko. Þetta hafði sömu nýtingu og kólaportir in a way, en núna er komið að eitthvað massa túristadæmi og íshellir og hver veit, kannski að má trilla túkasvagnunum fast er eitthvað teigjaposa og saltitadæmi en þessi geisladiska markaður, hann var samt bara pík Perlan sko, það er bara þannig ég sótti mikið í þessa markað, þarna keypti ég uppáhald plötunum mínu held ég, vorum að ræða í bílum í gær, svona top 5 plötur, bara eitthvað svona ekkert eitthvað educated, bara á tilfinningum og eina mínum er First Family for Life með M.O.P. og ég keypti hana þarna, ég man ennþá tilfinninguna að finna hana inni sko og það er bara sko, ég nefndi plötu við ekki þá nefndi ég Capone Noriega, The War Report eina minn uppáhaldsplötum og ég sagði, þú veist, þetta er ekkert besta, þetta er bara 3,5 mækur af 5 sko en bara fyrir mig er þetta eina mínum uppáhaldsplötum ég nefndi Life of Pablo með Kanye það er eina minn uppáhaldsplötum Veistu hver er mín? Svona randomly Method Man Redman, Blackout geðveikplata Ég bara hlustaði ógíslega mikið á hana og miklu mótunar árum og bara í dýrkana síðan er þú veist mér finnst Quasimodo The Unseen geðveikplata, mér finnst J.D. Welcome to Detroit Ghostface Killa, Iron Man geðveikplata, það er top það ég er að segja þegar þú spyrði eitthvað, ekki kom bara með þessu ekki byrja að tala Ilmerik og Ready to Die og þetta bara, segðu mig hvar þú varst bara hlusta á Celladwellers þetta er svo að vera bara eitthvað uppáhaldsmyndir já, það er hérna Shawshank Redemption, Pulp Fiction Forrest Gump en talandum við erum með nýjan við erum alveg fleiri, við erum svona 7 eftir sko. Þá erum við með Markastofan er að setja okkur í vinnu þá erum við komið með nýjan samstagsala og það er RFK Brewing og RFK Barinn sem er þetta er náttúrulega bara þetta er risa samstagsali Þetta er risa samstagsali, þetta eru dundur handurspjórar sem þeir eru að gera hann í skipholtinu ég vann þarna við hliðina og ég kom alltaf og fann humlalyktir á mótnarna sem ég fannst mjög hlýjandi en ég kíkti líka á hann nýja staðira hann er ógeðslega flottur og hann er alltaf pakkaður Hvar er hann? Hann er í skipholtinu, móti pítunni það er geðveiku pallur hann munið því að ég var brendur daginn það var þar hann brann þar og það eru 22 kranar Reykjavík Burning og frá 5 til lau ég er svo hérna að Gauri var pansir hérna bræðing á sabbi 5 lau þá verður Como Food Truck sem er með European Food Truck Awards með matar kóreska borgara, jafnvel tacos þeir eru með bjórbúðina sem er opin hana, bara þú getur bara opin hérna frá opin til lokunar og getur gripið með bara og hérna ef þú vilt láta ráðast á því að nokkrum kvöldum sko þá má láta berja sig í klessu og bara, þú veist, þetta er bara, ég mæli með stað ég ætla að fara á hann eftir og fá mér nokkra sko. og það er líka gaman að svona bara segja fólki strax frá, þetta er eitthvað sem túristin er ekki búin að fatta sjá þetta þetta er hann að Hjalta Karlssoni Cream Light, þetta er alveg, en ég ætla að segja túristin er nefnilega ekki, það er ekki búið að segja honum frá þessum stað það er alveg lið sem mætir svona alvöru bjórtúristar sem vilja fá svona eitthvað flæta bjórum og láta gilla sig en annars myndi ég segja að þetta sé þetta er real place homey feel sko. Algjörlega, og þeir að fara að lánsa hérna nýjum bjór held ég á föstudaginn þetta er skemmtilegt það er pilsubjór og hann er líka light pilsubjór og þetta er hérna og þetta er næstur hérna hann er ekki með pilsubröði samt þetta er hérna sko eins og þetta er svona svipaðar hérna umbúður og sinnebið en þetta er skemmtilegt maður. En núna kemur bomban sem ég var búin að loka Danni er búin að tala með einhverja bombu þetta er svo Dijonation og hvernig líst hann þessu hann var ekki viss hvort það væri gott eða slæmt hann sagði að þetta væri líklega jákvæmt líklega jákvæmt
fyrir okkur. En þess að þeir að fara lánsum bjórina og hann mun fást hjá þeim í skipholtinu, hann mun líka fást í ríkinu og 51. fá pilsupakka, þeir fá pilsin upp og þeir fá Bæjarins bestu tónlistilega slástið. Nei! Fyrstu 50 fá tónlistilega slástið, diskin okkar, Bæjarins bestu. Hvar fannstu 50 eintöku honum? Yes, þau eru þar. Í alvöru? Já. Þau eru bara að vera 24 ár, maður. Þannig að núna getur The Beehive farið Getum við fengið eitt líka? Ég fá mörgulega þeir eiga svona 2000 stykki. Er þetta diskarnir með rauða coverinu eða munið eftir græna coverinu? Já, sem klikkaði. Þetta verður 51. fá þess að sem kaupa bjórinn, kippu held ég, vonandi fá pilsupakka, pilsusinnep og Bæjarins bestu diskin tónlistilega slástið. Þetta Ég ætla að kaupa þetta. Því að Danni sagði við mig án, við tónum að tala saman í síman, ég er að fara að segja ykkur eitthvað og þú getur giskað í bara endalaust, þú munt ekki komast að því og Þú talið þitt verið mikið í síman. já, við sölum mjög mikið saman Þetta eru geggjaða fréttir maður. Já, og hérna Diskurinn lifir, hvað 24 ár síðan? Já, og þetta allt fimmæka Fimmæka economy. Þannig að bara þetta hérna, já, ég vildi bara Erum við endum á þessu dundri hérna? Þetta er skemmtilegt sko. Annars í næstu viku verðum við fréttir af stýristanum. Sendur bara SMS núna. Hann sagði kveðja your personal stylist. Við getum eiginlega að fara í svona El Grande þess að Dóttar fútból með þeir sem eru samstæðalar potsins, það er bara það er Saltverk, Teygja, Klukkan, Te og kaffi, Bílsar Reykjavíkur, Lavacar Rental, RFK, Andrá er að koma inn í smá Two Guys og Saltverk. minnum á að fara inn á Andrá og nota kóðan betri en flestir, 20% af G-Shock sumarið, Te og kaffi BEF En umfram allt af kaffi vandiði orðið ykkar og verið góðu fólki í kringum. Já, er eitthvað sem vilja koma framfæri? G-Shock Stay fresh. Stay fresh.